Komið þið sæl. Nú erum við komin hérna á ansi skemmtilega stað. Margir myndu halda að þetta væri gamall indjánagrafreitur en Sindri, myndatökumaður, segir að þetta sé sól úr. En hann er ansi fróður svona fornminjar. En gott og vel, það sem við ætlum að gera núna hérna í dag, að við ætlum að fá til okkar 2 gesti. Við ætlum að fá unga stúlku sem er Shepherd-tík og svo kemur annar hundur sem er labrador. Og við ætlum að skoða þessa hunda með tilliti þess hvort þeir hendi í vinnu og þá er ég að tala bara til þessi leitarhundar, hvort þeir hafi það sem til þarf. Og við ætlum að gera svona einföld skapgerðir að hæfileika mat á þessum hundum. Og mér langar að biðja Guðrúnu að koma hérna til mín. Sælvertu. Hæ. Velkomin. Takk. Nú ert þú með þessa Shepherd-tík. Já. Hún heitir? Hera. Hún heitir Hera og hvað er hún gömul? Hún er bara rétt árs gömul. Hún er rétt árs gömul sem þýðir það að hún hefur lokið fyrra gelgjuskeiði. Já. Og hún er sérst komin á tímabil núna, eða þroskatímabil þar sem að hundar er mjög námsfúsir. Já. Ætti að vera mjög áköf og svona svolítið fjörug. Já, hún er það. Og forvitun heiminn. Já. Já. Og þetta er svona nú eigi þið rosalega spennandi tíma fram á cirka 17 mánaða aldri. Já. Því að þá byrjar seinna gelgjuskeiðið. Já. Og það er svona einstaklingsbundið hvernig það leggst á hunda. En stundum tekur maður ekkert eftir því, stundum verða það svolítið skrýtnir. Já, ok. En þú sérst hefur áhuga að fara að þjálfa tíkina hana í björgunarsveitunum eða einhverju slíku, eða ekki? Já, ég hef mjög mikinn áhuga því að mig langar að reyna að koma inn í gegnum A-próf í björgunarsveit. Já, og þú sérst gerir þér væntingar að geta gert það? Já. Akkúrat. Og það sem við ætlum sérst að gera núna með þeirru, að við ætlum að reyna að sjá með einföldu skapgerðarmati eða hæfileikamati hverjir möguleikarnir eru til að geta náð þessum markmiðum sem þú stefnir á. Okay. Og það sem ég ætla að byrja núna á, að ég ætla að biðja að sækja tíkina, hún hefur aldrei hitt mig áður, ég tek það fram, og fyrsta sem ég met í þessu mati, það er hvernig hún bregst við gagnvart ókunnugu fólki og umhverfinu, sem kemur nýtt umhverfi og hittir ókunnugt fólk. Og svo lýsi ég þessu bara og ég leiði ykkur í gegnum gegnum dæmið ykkur Heru. Ok? Ok. Þú bara stekkur eftir henni. Herra, ég ger það. Hversu vel? Já, nú kemur hún með tíkina hérna til okkar. Það sem ég ætla að horfa eftir núna hvort þú leitar eftir kontakt við mig eða okkur. Hún sýnir dótinu áhuga. Hún svo sem ekkert að spá mér en hún sýnir engin hræðslueinkenni eða neitt þannig sem ég hef áhyggjur af. Þannig að nú langar mig til að biðja þig Guðrún að sjá hvort þú vilt leika við þetta. Já, stendur ekki á því. Setta bara svona niður með jörðinni og fínt, ok. Og nú ætla ég að grípa inn í og hún vill leika við Guðrúnu, það fer ekki milli mála. Nú ætla ég að grípa inn í og athuga hvort hún vill leika við mig, já, ákaft og hún leikur við hana. Svona. Já, það stendur ekki á því, þannig að þetta er gott. Flott. Fínt. Fínt, taktu bara í tauminn á mig. Fínt, þetta leit vel út og það sem ég gerir núna, komdu bara með hana hérna með mér. Það sem ég gerir núna, nú ætla ég að taka tíkina og ég ætla að rölta hana með hana frá þér og Heiðrúnu, aðeins hérna í burtu og þar ætla ég að þreifa hana og sjá hvort hún leyfir mér að snerta sig, hvort hún sýnir einhver óttaeinkenni eða grimmd. Ok. Og það er eitthvað sem ég vil ekki sjá. Nei. Þannig að nú ætla ég að gera þetta og þú verður bara alveg passív hérna með hann. Gott að höra. Dóttir. Sirka bát hérna. Svona. Ég snert hana, aðtöku hvort hún leyfir mér það. Ég skoða eyrun á henni, snerti eyrun. Byrja svona rólega, hérna framan, fæturnar. Engin óttamerki. Eyrun eru sperrt og hún er bara að spá í umhverfinu, ekkert að spá í mér. Þá fer ég hérna aftan á, lærin. Hérna, strika hana hér. Og þetta sýnur bara forvitni meira. Svona hvað ertu eiginlega
snuddast þarna en engin merki grimmd eða neitt. Svo ætla ég að fá að skoða upp í hana. Tennurnar. Svona. Allt í fína. Ekkert út af þetta setja. Og þetta þýðir sem að við getum haldið áfram með prófið. Hefði hún sýnt einhverja grimmd, hefði hún reynt að bíta mig eða reynt að flýja eða orðið opaslega hrædd, þá hefði ég ekki haldið áfram. Okay. Þá hefði ég látið bara staðinu mig hérna. En hún er semst búin að standast þennan hluta. Þannig að sem við gerum næst, þá ætlum ég að skoða, að því við erum að hugsa með tillit til hvort það er að nota hann í einhverja vinnu. Já. Og þá leit. Og til þess að það sé hægt, þá þurfa að vera öflugar veiðikvarnar í henni. Og við ætlum að fara að kanna hvernig þær eru stemdar. Okay. Við gerum það næst. Jæja, Guðrún og herra, gjörið svo vel, komið. Það sem að, eins og ég sagði án, það sem við ætlum að gera núna, nú ætla ég að kanna hjá henni þessa veiðikvöt eða eltikvöt. Og þetta er ekkert ólíkt því að þegar rándýr eða segjum úlfur eða hundur eða eitthvað rándýr kemur á auga bráð og tekur ákvörðun að fara og ná bráðinni. Okay. Og þarna vil ég sjá, þetta er rauninni þessi bolti sem ég er með hérna. Þetta er bráðin. Okay. Og hún er komið með athyglinna á hana núna. Og mér langar að sjá að hún semst fylgi henni hratt og vel eftir þegar ég er búinn að henda. Okay. En þarna er rosalega mikilvægt að það kom ekki sem allra minnst inngrip frá manninum. Þannig að við erum ekki að fara að hvetja hana eitt í neitt. Okay. Nú erum við að kanna bara hennar náttúrulegu eiginleika eða hæfileika til að fylgja eftir þessum köttum sínum. Okay. Og við stillum semst tíkinn upp hérna. Þú gerir það hérna bara, segir ekki neitt. Ég sýni þetta, ég hendi boltanum og þegar boltinn er stopp, þá máttu sleppa henni. Okay. Ok, erum við tilbúin? Ég er tilbúin. Fínt, hún fyrir að miklum ákafa. Nú hins vegar þegar hún er búin að ná honum, nú mæli ég, skulum við fylgjast með henni. Nú mæli ég þess sem er kallað, nú er hún komið með bráðina. Þetta sem er, nú mæli ég drápskvötina, það er kannski svolítið ljótt orð. En svona breytra, nú vil ég fylgjast með hvað hann hefur lengi áhuga eða athygli á boltanum. Hvað truflar hana? Hún er með hana þá, þetta er fínt, þetta er býsna gott. Hún má alveg sleppa honum, allt í lagi. Og svo lengi sem hún missir ekki athygli á hana. Hún veit af honum, núna skoða þessu umhverfið, en helst vildi ég að hún færi í hann aftur. Okay. Sjáum til, ekkert mál. Þannig koma gangandi fólk að trufla aðeins athyglinna. Þessi við. Hún veit af boltanum, þetta er bráður, hún geymir hann þarna. Vitið hverju hundar éta gras? Nei. Það er allskis mýtur uppi með það. Allskis mýtur, sumir segja að sé til að æla, sumir segja að sé stress og svo er aðrir segja að þeir éta bara gras af því þeir éta gras. Ég veit ekki hvað þau gera það. Ég held allskis útgáfur af því. Sérðu, hún er enn með að tygla boltanum og ég reyni að taka hann, sko, fínt, þetta er fínt. Ég þarf í rauninni ekki að sjá meira þarna og hérna, þú skalt bara taka tíkina Guðrún. Patti. Gefum boltan, fínt. Hera. Fínt. Taktu boltan af henni. Og komið henni til mín. Það næsta sem við ætlum að skoða, það er leitarúthaldið. Hvað hann hefur lengi úthald til að leita af boltanum án hvatningar frá manninum, eða þér, eða mér. Og þá gerum við þetta nákvæmlega eins og ég þarf að fá Heiðrún til að koma aðstoða okkur. Ég gerir þetta nákvæmlega eins, ég hendi boltanum, þú heldur tíkinni, síðan blokkiði tíkina þannig að hún sjá ekki þegar ég fer og sæki boltan aftur. Okay. Og svo sleppum við henni bara og við tökum svo tíman hvað hann er lengi að leita. Ok? Ok. Klár í slaginn. Fyrst má hann sjá, sjá þegar ég hendi og sjá þegar boltinn lendir.
Ok, startu bara vennileg svona. Nú með ég blokka. Nú ég búinn að leggja spor hérna fyrir hann líka, en allt gott og vel. Reyna að halda fyrir augun. Þetta bara að sleppa henni. Ok, nú erum við mikla væntingar að boltinn sé þarna einhvers staðar. Nú byrjar hann að leita á honum. Það sem ég horfi eftir þarna, hvað hann fókusiruð, hvað umhverfið að trufla og hvað einbeitir hún sér vel, hún mjög áhugasöm með þá. Mikla væntingar. Hún alveg viss hún alveg að fara að finna boltann. Og sjá hvernig hún leitar í hringi. En þá góður áhugi, þetta lítur býsna vel út. Nú svona aðeins farin að, örlítið farin að droppa á mótivationin, en kemur upp. Og þarna rosalega mikilvægt að koma engin hvatning frá okkur. Sjá, nú er hún aðeins farin að droppa þetta niður í áhuga, aðeins farin að hægja á ferðinni, væntingarnar har minnkað, nefið komið upp og fyrir svona styttist í hún fyrir að leita til Guðrúnar. Eftir aðstoð. Sjá, nú væntingarnar minni og rauninni áður að hverfa alveg, þá ætla ég að sita hérna, dót hérna. En hún ætti að dettu það hérna eftir smá stund, þannig að þá fær hún árangur úr þessu stúsi. Svona. Fín stelpa, þú máttu leika þess við hana bara. Hera. Tjúlega. Þarna sjáum við, hún er í svona átakaleik við hundinn. Menn eru mishrifnir í því að það sé gert og það er ofta ástæða til að vara við því. Sérstaklega með stóra hundar sem eru með mjög kannski svona svolítið bold eða svona svolítið frekir og miklir. Þeir geta orðið grimmur, leikurinn getur farið út í of mikið næsing og farið illa, bíta jafnvel í ákafanum. Ég ráðlegg fólki sem leikur svona hundana með af þetta eðurfarnir að urra, þá stoppa. En þannig er raunin að allt í góðu, það er ekkert að þessu. En mikilvægt að hún kunni að sleppa henni sagt að gera það. Takk. Ok. Takk. Og... Nei. Hún hefur mikið áhuga á dótinu sem er gott og nú ætlum við aðeins að fara yfir þetta stuttapróf sem hún var í. Ok. Nú ætlum við að fara þessi gegnum þetta. Við byrjum á því að sjá hvernig hún aktaði eða hvernig hún kæmi fram gagnvart ókunnum sem voru við. Það var ekkert athugavert við það. Hún sýndi okkur vissu ekki neina athygli, hún sá dótið, sýndi því athygli sem er bara gott. En hún var ekki trædd við okkur, engin óttamerki eða grimmd, ekki til að ágjur af. Þannig að það lítur bara vel út. Ok. Næsta sem ég prófaði þá tók ég hana frá okkur og skoðaði upp í hana og þreifaði hana til að kanna hvort hún sýndi eins, hvort hún myndi sýnda hræðsluviðbrögð eða grimmd eða eitthvað slíkt. Ekkert svoleiðis. Alveg pottróleg og yfirveguð og akkúrat eins og ég vil sjá hana. Og
þannig að næst fórum við í þetta að kanna þessar veiðihvatir og þá eltihvötuna. Og hún fór mjög einbeitt á eftir dótinu. Mjög einbeitt. Þurfti ekki hvatningu til þess, enga. Það heldur ekki í boði. Og þannig að það var mjög gott. Það var gott og hátt skor. Þegar hún var búin að ná dótinu, þá fylgdist ég með hvað hann hefði athyglaði lengi og það var svona alveg ásættanlegt. Já. Bara fínt. Og næsta próf sem við tókum, það var það að hún leitaði að bolta sem var búið að fjarlægja. Hún þurfti að leita í svolítinn tíma. Já. Og það sem maður reyndi á athygli og fókus og einbeitingu og úthald. Og við létum hann reyndar ekki leita mjög lengi og það var svona viðunandi. Það var svona viðunandi og kannski aðeins betur en það. Já. Þannig að það sem ég myndi segja við núna, með þau markmið sem þú hafði með þessa tík, þá held ég að þið geti átt bara skemmtilega tíma framöndan saman. En það náttúrulega byggist á því að þjálfunin sé markviss og þjálfunin sé rétt og hendi hundinum og þú fáið góða tilsögn. Já. Það byggist á því, en hérna, ef það verður, þá ætti þið geta ná bara fínum árangur saman og átt góða stundir. Flott. Eitthvað sem að þú? Nei, ég treysti henni alveg fyrir þessu. Já. Hún kom mér eiginlega þannig að segja ekkert á óvart þannig, af því ég treysti henni bara fyrir þessu. Við erum búin að vera að æfa okkur saman. Já. Hún var kannski ekki alveg svona frábær fyrst, en það kom bara með tímanum, en þetta er búið að vera erfitt, en maður sér kannski árangurinn núna. Já. Sem mér finnst eiginlega bara alveg frábært, af því hún er alveg frábær. Já. Og líka þess að ég segi, þessar veiðihvatir, við töluðum á hana hvað þroskaskeið það væri. Já. Hún er þetta gömul. Þær eru að þróast alveg þá getur hún nær hérna fullorðinsaldri. Já. Og í rauninni allt hennar líf er hún að þjálfast og verða betri og betri. Já. Alveg eins og við. Það er aldrei stopp í því. Þú getur alltaf haldið áfram og náð meira árangri. Og ég myndi, þú ert að hugsa um björgunarsveitirnar? Já. Ég held hún að alveg, með það sem ég sé hérna núna, þá er hún alveg erindi þar. Já. En við, hins vegar það sem við prófum kannski ekki, en það er umhverfisáhrifin. Við vorum ekki að sjá hvernig hún myndi bregðast við einhverju óvæntum hvellum eða látum, en ég er svo sem við gerum það ekki á þessum tímapunkti. Nei. Þetta dugar okkur í dag. Ok. Og ég held að ég bara óska ykkur góðs gengis. Takk, bara takk fyrir í dag. Sömuleiðis. Nú hefur hún með hana Bellu sem er 30 ára laboratortík og við ætlum að renna með Bellu bara í gegnum sama prósess og Hera fór í gegnum áðan. Já, þið sjáu að hún kemur hérna til mér, hún hefur aldrei hitt með áður, hún sýnir mér strax athygli og svo fyrir athyglin eitthvað annað. Hún er svolítið að spá í umhverfinu. Hún er með nóga orku, en það er spurning hvort það er að beina orkunni í réttan hátt. Já, það er greinilega alveg glimrandi orka, en hvaðan hún kemur og hvort þetta er jákvæð orka fyrir það sem við erum að hugsa, það kemur í ljós. Nú ætlum við bara að renna með Bellu alveg í gegnum sama hring og við gerðum með Heru áðan. Sama, ég ætla að henda boltanum og við sjáum hvernig gengur. Ég fæ athygli henni, Bella. Og svo þegar boltinn lendur þá sleppur henni. Nú er fljúgandi siglingu. Og fljúgandi siglingu. Viltu prófa aftur eða æsa hana upp með boltanum? Nei, nú ætlum ég bara að bíða og ég ætla að gefa henni smá stund og athuga hvort hún kveiki og sýni áhuga að fara og sækja boltan aftur. Nú erum við bara að skoða umhverfið. Virðist vera búin að gleyma boltanum. Við ætlum að sjá ef ég labba í áttina á honum, hvað hann gerir. Þetta er hundur sem býr hjá, myndi ég segja, frekar rólegum eiganda og það er augljóst að þetta er hundur
sem þarf vinnu. Já. Eitthvað að gera allavega. Það er mikil orka. Þetta er mikil orka en ég er ekki að sjá það sem ég er að leita af. Nei. Þú hefur viljað að hún væri föst á þessu meira, boltanum? Alveg klálega. Í rauninni þarf ég ekki að sjá neitt meir en hana. Mér líst ekki illa á þessa tík. En í það sem ég er að leita eftir, vinnulega, leitarhundi eitthvað slist, nei þá hendur hún ekki. En nú er hún... Mikil orka. Já, mikil orka. Hún er hjá rólegum eiganda sem vill koma inn í einhverju vinnu. Hvað væri hægt að gera fyrir hana? Ég geti alveg vel trú að þessi tík að hún fengi bara, hún þarf hreyfingu, klálega. Og hún þarf eitthvað, hún þarf að fá að gera eitthvað. Það sem ég sagði fyrir mig það bara hlýðni. Já. Hlýðni, einhverjir skemmtilegi leikir eða eitthvað svoleiðis. Akkurat. En hérna, hún eldir, þið sjáu það, ég hendi þessi stóti, hún eldir það. Tekur það upp, áður en langt og líður, þá leggur hann frá sér. Sko. Og þá er hann búinn að gleyma því. Já. Svona hundur ef við myndum alltaf nota hann í leit, það sé ekki garanterað að myndi gerast. Ég geti kennt henni að leita. Geti kennt henni að leita manni eða hverju sem er. Og auðveldlega. En það sem myndi gerast, hún hefði ekki úthald. Hún myndi leita í einhvern x tíma og síðan myndi gleyma þessi. Það er ekki skoða umhverfið, eða orkunni í eitthvað annað. Það er fókusin sem vantar þarna. Það er þessna, þetta segir mér það. En þetta er glöð, stúlka. Skemmtileg, ljúf. Og ég vissi hún fengi bara næga hreyfingu. Já. Og hérna næga hreyfingu og hlýðni og einhver verkefni og reglur eins og við erum búin að vera að tala bara almennt með hunda. Já, akkurat. Þá getur alveg drauma heimilishundur. Já. Glaðlynd og mannelsk sýnist mér. Já. Þannig að... Bella. En ekki fyrir vinnu? Ekki fyrir þessa vinnu sem þú varst að hugsa um? Nei, ekki fyrir það. Nú var ég í rauninni bara að kanna náttúrulega hvatirnar í þetta sem við vorum að tala um. Já. Og nei, en það gerir hann ekki slæmum hundi, alls ekki. Og satt best að segja, þá eru fleiri hundar sem ná ekki þessum kröfum sem ég er að gera með þessu en færri. Það eru fleiri hundar sem komast ekki í gegnum þetta, hafa ekki þetta. Þannig er þetta bara. Og það gerir það ekki til slæmum hundum. Það er til dæmis að ég geti aldrei farið í próf sem ballerína og ég myndi aldrei ná árangur í því. Nei. Það er bara hlægilegt. En það gerir mig ekkert af slæmum manni, held ég. Bara snúa þér öðru. Það er bara ekki mín íþrótt. Nei, akkurat. Ég skal bara eiga þig, Bella. Ég skal bara eiga þig. Þú ert búin að eignast tíka það. Já, ég skal bara taka þig af mér. Að því sögðu þá held ég að við séum búin að gefa ykkur smá hugmyndum hverju við erum að leita eftir þegar við erum að fara að þjálfa eða leita efni við í leitarhunda eða vinnuhunda. Takk fyrir.